Þegar líða tekur á veturinn mynda svona klakabúkar á leiðum sem ekki eru mokaðar reglulega. Oft liggur óhreinn snjór yfir klakanum og gerir hann bæði lúmskari og hálli. Mörg óþarfa, klaufaleg óhöpp verða við þessar aðstæður og þá helst þegar ekki pláss fyrir mætingar. Óhöppin verða oftast við það að annar bíllinn að klöngrast upp á klakan fram hjá hinum og rennur við það út á hlið eða við það að fara ofan af klakanum. Síðan ekki óalgengt að bílar keyri hreinlega beint framan á hvorn annan sem með öllu óskiljanlegt. Við þessar aðstæður gildir að hugsa fram á veginn og gera ráðstafanir í tíma. Það er langöruggast að annar ökumaðurinn víki alveg upp úr hjólförunum þannig að hinn aki örugglega í sléttum farvegi framhjá. Að öðrum kosti reyna báðir að víkja með vinstri hjól í hægra hjólfari. En það getur verið erfitt að ná bílnum upp úr hjólförunum. Þá er það mýktin sem gildir. Framhjóladrifnir bílar hafa sést í umferð með keðjur eingöngu á afturhjólum. En keðjur situr maður fyrst og fremst á drifhjól. Það er ekið upp á keðjurnar eða bílnum er lyft upp og keðjurnar síðan settar á. Síðan eru eknir nokkur 100 metrar og aftur strekt á keðjunum. Orðtakið að vera úti að aka segir meira en mörg orð með hvaða hugarfari við ökum. Sá sem er úti að aka er ekki að fylgjast með. Hann er einn úti að aka. Vonandi á þetta orðtak eftir að falla í gleymsku eða minnstakosti fá aðra merkingu. Vegna þess að sá sem er úti að aka bíl má aldrei láta neitt fram hjá sér fara.